Ég var tvítug þegar ég flutti hingað norður á Akureyri og mér leið strax alveg svakalega vel hérna. Ég vann við jafningjafræðslu í Reykjavík í kjölfar þess að ég hætti í neyslu og fór í meðferð. Ég fékk tækifæri til þess að sinna jafningjafræðslu hér fyrir norðan og það var ákaflega gefandi. Ég hef alltaf haft ríka þörf til þess að gefa af mér. Kannski kemur þessi þörf frá því að ég hef sjálf þurft á samfélaginu að halda og það er að vissu leyti svona eðlilegt framhald að reyna að gefa af sér þegar maður er komin í þá stöðu að geta það. Og svo hef ég reynda líka alltaf haft ákaflega sterka réttlætiskennd. Þessi kjarni hefur líklega alltaf verið í mér. Ég fór í kennaranám, var formaður félags stúdenta við Háskólann á Akureyri og úr kennslunni þá fór ég í fjölmiðla þar sem ég hef starfað sem dagskrárgerðarmaður og fréttamaður á Aksjón, Stöð 2 og RÚV og lokum á N4 þar sem ég sinnti meðal annars hlutverki framkvæmda og sjónvarpsstjóra. Í gegnum þetta ferðalag þá hafa mínar eigin pólitísku línur skýrst frekar vel. Við búum í samfélagi sem verður að geta gripið alla, líka þau okkar sem að detta harkalega. Og við verðum að tryggja að það sé gott að búa allstaðar á landinu. Ekki bara að það sé vinna í boði, það þarf líka að tryggja almenn lífsgæði. Í hjarta mínu er ég jafnaðarmaður og ég trúi því að aukin jöfnuður sé augljós stefna fram á við. Ég er reiðubúin til að leggja mig alla fram fyrir samfélagið mitt og þess vegna býð ég fram krafta mína í komandi alþingiskosningum. Ég heiti Hilda Jana Gísladóttir og skipa annað sætið á lista Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi.